Laxá í Kjós fornfræg veiðiá. Hún leið eitt af kennileitum Hvalfjarðar. Þriðjungur ágústmánaðar að baki og það einungis veitt á flugu í Kjósinni á þessum tíma. Við sláumst í för með reyndum laxveiðimönnum, Bjarna Hafþóri Helgasyni og Guðjóni Þórðarsyni. Þetta sérstök veiðiferð. Guðjón hefur ekki áður veitt með flugu og Bjarni Hafþór ætlar að standa við gamalt loforð og kenna honum kunstina. Hann engin hann kemur ekkert alveg inn í þetta á fyrsta degi. Hafa sér ekkert svoleiðis. Það eins og hann segir fótbolta, menn að læra og laga og læra og laga endalaust. Og hann nálgast þetta þannig. Svo hann léttur, skemmtilegur. Mér finnst það bara stórt atriði. Hver vill eyða fleiri dögum einhvers staðar í veiði eða 2-3 veiðidögum einhvers staðar í fríinu sínu með leiðilegu fólki? Ég vil ekki segja að það sé hérna leiðilegt fólk, ég hef ekki hugmynd það. Ég vona ekki. Heimur veiðimannsins, sá hinn sýnilegi, fallegur í Laxárdal. Fyrir ofan Laxfoss eins og Laxá kasti mæðinni. Fljótið hægt og alltaf því letilegt þegar það silast til sjávar. En undir yfirborðinu ekki síður fallegt. En það komið að stóru stundinni. Nú á að kenna Guðjóni Þórðarsyni að kasta flugu. Þú mátt ekki hafa það ekki alveg svona langt fram. Takk það ekki. Taka það aðeins betur upp. Bíða og svo hafna Þú verður ekki að segja mér að það náðu þetta strax, ég trúi því ekki. Ok, þetta fínt. Passa það fara ekki langt aftur. Hugsa stöngina eins og hún sé 12. Út að hugsa hana þannig, þá hún alltaf 2 hjá manni. Það beint upp með hendina? Beint upp með hendina. Þegar þér finnst þú vera beint upp með hana, þá hún aðeins fyrir aftur? 2 Þegar ég vissi að það bara fluga hérna, þá fékk ég bara svona ónóta hnút í maður. Þannig ekki alveg. Já, býttu bara þá til þú búin að ná þeim á hana, Kom upp á flottið og svona, Velta sér á hana, taka hana og strekja á öðru. Þá ferði í gírinn, Það voða mikið snobb í kringum svona flugveiðital, Menn verða voða greindir í framan, verða sterkur í framan í veiðhúsinu, veist allt og getur allt og svona. Og gera þetta svo merkilegt. Það fólk sem kannski að hugsa að byrja að veiða á flug, eða velta þessu fyrir sig, það þorir ekki að koma nálægt þessu. Þetta sé eitthvað ofsalega með. Þetta svona lína og veiðistöng og búið. Ég nú frekar stressað núna þessa stundum. Já, blessa, þetta bara rugl. Þetta geta allir gert þetta. Þetta ekkert merkilegt við þetta. Það sé þolinmæði, Svo segir maður öðrum að vera þolinmæði. Já, ég segi það. Ha? Út heppina, nú ætti ég að fá brjálæðiskastu í því svo þú fær alltaf í leikmenninni í klefa. Nei, ég var góður þess að stráka. Góður? Já. Nötrallar rúður í Laugardalsvelli? Nei, víst. Ég alveg frægur fyrir ljúfmennsku og enskuleik. Nei, ekki hálfleik. Jó, líka með, ég ekki að segja það. Það sama. Og smá saman þú fara að kasta aðeins meira, þá fara að fá meiri tilfinningu fyrir stönginu og línunni og öllu saman. Og þá tekur einn aður og fleiri en einn helst, Ég ætla rétt að vona það. Svo veistu það þegar þú ert með flugulaxa, þá lítil fluga í þeim og allt það, Já. Og þá þú getur ekki tekið á eins og magfiskana og spónfiskana, Það maður missir það á stundum flugulaxa, Missir hvað maður? Ég meina þú mátt ekki taka hann og trekkja á öllu eða þú setur í lag, Þú voru aðeins að hafa mýktina í þessu og svona. Og standa klára því, þú mátt ekki fara að missa á það. Nei, ég misti núna daginn og ég var ekkert voðalega káttur með það. Nei, ég get vel ímyndið mér að það sé ekki alveg hrynjandi hemmingja í kringu þegar þú missir lax. Ég myndi bara fara til fjalla og tína bera með að það gengi. Fjölbreytileiki Laxár mikill. Sá heimur sem opnast veiðimönnum sem koma til veiða í fyrsta skipti vekur í senn undrun og ánægju.
fara varlega. Það er nummer 1, 2 og 3. Skríða á hnjánu þess vegna. En mér finnst ágætt að með kasti bara einu sinni fram út á staðinn þar sem menn halda fiskurinn séð að vita hann og láta hann að liggja og falla að landi eða strippana eða hvernig sem hann er að veiða en ríf ekki upp línuna þar sem hún lendi kannski þessi fiskurinn liggur til þess að laga kasti með öðru. Þetta er lítið augnablik þar sem hann tekur þessa ákvörðun allt í einu að taka. Álabakkar hafa gefið mjög vel í sumar og bunki af fiski liggur undir háa moldarbakkanum við landið fjær. Og hér er ekki bara lax. Þegar maður er með Bjarna þá er aldrei dauð stund. Það er alltaf gaman en enga síður er hann mjög alvöru gefinn og hann getur talað af fullri alvöru hlutina, lífið og tilveruna og það er afskaplega gaman að eiga stund með Bjarna Hafþóri. Spánverjar sem voru við veiðar í Kjósinni í sumar héldu ekki vatni yfir sjóbirtingnum. Þeir fullyrtu að Ísland væri eina landið í Evrópu þar sem sjóbirtingur væri veiddur í björtu og mest á flugu. Já, mér skostu við fluguveiði á flotlínu þar sem hún liggur ofan á vatni og fiskurinn er 1 metra neðar en niðurbotn. Og þá veiða 2, það veiðimaðurinn og fiskurinn sem veiði fluguna með svona mikillega árás upp í yfirborðið. Þetta má segja að veiði spónin hann fyrir framhjá og líka kannski, maður bara upplifar ekki eins. Þannig að það veiða 2. Þetta er fallegu bolti maður. Svakalega stykki maður. Þetta er alveg fullorðinn sko. Í hvað hann er í honum, hann er alveg hann svalgana hérna alveg aftast í tunguna sko. Og smár hérna öngull alveg, ég veit ekki hvernig ég á að fara hér. Jú, þetta er nú bara þess að steitt króku fastur í honum, en þetta er svolítið smart. Spóaungi spígsporar á berangri, foreldrum sínum til mikillar armæðu. Nú styttist í að þessi einkennisfugl Íslands og einn algengasti mófugl hér á landi haldi til vetrarstöðvana í Vestur Afríku. Unginn skilur ekkert í þessu óðagoti foreldrana og gerir sig breiðan frammi fyrir veiðimönnum. En þetta nef og þetta hljóð þekkja allir Íslendingar og það þýðir í raun aðeins eitt: sumar. Ég held ég sé alveg að tapa þolinmæði en ég held að þetta dugi aldrei. Það er alveg ljóst að tilfinningin sem er með mér núna, ég held að ég ná aldrei tökum á þessu. Mér finnst þetta bara bölvað puður við sem mér finnst ég ekki bráða við þetta. Ég er svona bæði fúll út í sjálfa mig og það að hafa látið leiðast út í þetta að reyna þetta að vera svo bjassið að þetta í huga ég geti veitt flugfisk. Það dylst engum að andrúmsloftið er að verða nokkuð rafmagnað í kringum þetta fluguveiðivafstur. Jafnvel spóin er farin að fylgjast grannt með þessum veiðimanni sem er að missa alla trú á sjálfan sig.
Þetta er fyrsti flugulaxinn undir þessum kringumstæðum, svona alvöru fluguveiði. Já, gamli seigur. Þetta kom á þeim tímapunkti þegar Guðjón var farinn að íhuga að pakka niður og fara heim. En það er út úr myndinni. Mér líður afskaplega vel. Ég held þetta alltaf aldrei að hafa. Ég veiði yfirleitt á buffið eða makkinn og var farin að efast ágæti minn sem flugumanns. En þýðir þetta að landsliðsþjálfarinn veiði bara hér eftir á flugu? Ég held ég gleymi nú ekki buffinu svo glatt. Það hefur reynst mér vel í gegnum tíðina. Ertu hræddur að missa hann? Nei, ég ætla ekki að taka of mikið á honum. Finnst ég búinn að setja í hann, þá ætla ég að fá hann alveg rólegan áður en ég reyna að koma honum hérna upp í grjóti. Þessi yfirlýsing gleymdist leið og hún var sögð. Tyggjóið hefur verið tuggið í frumeindir sínar og þrátt fyrir þetta rólega yfirbragð er Guðjón ótrúlega stressaður. Ég hef verið, hvað maður segja, ágætlega árangursríkur í því sem ég tekið með fyrir hendur, sérstaklega í sportunum. Og ég held að undir niðri séu það þeir kraftar sem að búa innra með hverjum og einum sem að ráða úrslitum þá velgengni sem að fólk nær, alveg saman hvort það er í veiði eða í vinnunni eða hvað sem það er. Það var smá kvikindi. Veiðistaðurinn sem Guðjón mun aldrei gleyma heitir Stekkjarfljót og flugan Svört Francis á Silfur þríkróki. Klár, fyrsti. Þá get ég andan létta, nú er stressið búið. Jöfnveld, ég var þannig að halda að ég fengi ekki lax þá. Undir Þórufossi er efsti veiðistaðurinn í ánni, það bil 20 km frá sjó. Hér er endastöð laxins, enda er nú ekki orðið langt í Stíflisdalsvatn, þar sem Laxá á upptök sín. Undir fossinum liggur laxinn í þéttum torfum. Það er hins vegar ævintýri líkast að standa undir þessum mikla fossi og upplifa stærð og mikilfengleika íslenskrar náttúru. Skammt fyrir neðan Þórufoss taka við Efri Gljúfur, þar sem fjölmargir veiðistaðir bíða veiðimanna. Með auknu sjálfstrausti færir Guðjón sig upp á skaftið. Hér reynir hann fluguna Nóru í Helguholtskvörn. Þetta er fluga hússins ef svo má komast að orði, en hún er hönnuð af Ásgeiri Heiðari, staðarhaldara við Laxá í Kjós. Þetta er eitthvað sem laxinn ætti að kunna meta. Þetta er meðalkalli. Þetta er orðið svona banleitaður. Já, það er greinilegt eitthvað beitur hérna, það er ljóst. Ég var nú bara að streiða það svona þessi stöðu. Það er fínt. Já, smá síðan. Það er eins og þetta á að vera. Já. Þetta er ekki leiðilegt. Nei, þetta er rosalega gaman. Þú getur að fara bara svona með það í rólega upp á þetta.
Svipaði fiskur í dag. Nei. Heldur það séð, dreng. Hvað gerðist draftur? Ég veit ekki hvað gerðist. Það er mjög vel. En þetta sem Nei, þetta er bara eitthvað nefnt í þetta. Það var til að þess að frittin. Það var ekkert verið að taka á. Nei. Men við höfum spilað leikið þess að við erum bara ekki betri, við erum bara slagtaði liðið. Hann vann. Hann vann. Ég meina það er svolítið. Það man oft best eftir þessi vinna. Já, það væri ekkert gaman að segja lægja allir inni. Ekkert gaman. Nei, það má ekki vera þeir verða að eiga sex. Jæja, svona fór þetta. Það er ekki allt kosið. Nei. Svona er það. Það er landslýstjálfari. Á maður að vera aðleitn í þessu. Þetta gat ég, það er margt fleira sem ég get. Ég er búinn að gefa formlega kost á mér í liði margsinnis. Það er allt hægt. Já, það var allir þegir og þú. Þetta var drafsir. Sett í hann á Suðurslóð. Hann er í jakkinn. Það er þrautsegur. Hann vant alveg svakalega upp á hana. Það sagði mér þetta ekki? Nei, þetta er svona smá að kynna sig. Nú hristur hann sig maður. Já. Getur verið í beinið eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er á strippi, sko. Hann alveg, sko, þeir sem að segja, sko, þegar þeir koma svona upp, sko, þá er það ekki, sko, bara með blikkljósin, heldur sýrinn það líka, sko. Akkurat. Það er bara allt undir. Mér finnst sko óþarfi í kringum svona stangveiði eins og bara flugveiði að búa til einhver heim frammi fyrir fólki sem ekki er að þessu. Sko sem eiginlega felur í sér að hér sé eitthvað stórkostlega merkilegt á ferðina og með þurfum helst að vera sko linnulaust mjög greindir í framan til að tala um þetta. Það er stundað þetta. Það er bara rangt. Það geta allir veitt um þetta. Þeir sem hafa áhuga á því að vilja, þeir geta alveg tileinkað sér þetta og veitt á flug eins og hvað annað. Menn eru kannski misfljótt að læra þetta og auðvitað kannski mislagnir við þetta alltaf. Það er allavega stigsmunur, en ekki eðlis eins og það segir. Bjarni Hafþór hefur gert margháttaðar tilraunir til að komast í landsliðið í þessari veiðiferð. Hann er hins vegar aðeins fyrrverandi knattspyrnumaður í huga Guðjóns. Fram til þessa hefur hann eytt umræðunni með því að segja að menn sem veiða bara silung í laxveiði komist ekki í landsliðið. Hvað heldur? Þið fínir fiskudrengur? Þetta gastur. Það er allt hægt. Þessi fína hrygna. Já. Og nú rann á strippinu. Sko, þræl tók hann á maður. Já. Gamli eyfirringur, þetta áttur eftir. Það má þessi kalla eyfirring. Já, ég veit það ekki. Ég gegn öllu. Já, ég gratulerar. Þakka þér fyrir. Sigur. Við erum alltaf bestir. Já. Með nýjum degi koma nýjir veiðistaðir. Spegill og Pokafoss eru einhverjir fallegustu staðir í Laxá. Það er áfram bjart og hlýtt.
Veiðin er misjöfn en hjá krosskóngulóni, stærstu kónguló á Íslandi, hefur hlaupið á snærið. Veiðitæknin í náttúrunni er misjöfn. Krosskóngulóin veiðir sér til matar. Þetta er lífsbjörgin. Kóngulær eru ekki skordýr en tilheyra áttfætlum. Þessi tegund á heimkynni sín einkum við klettaveggi og lifir aðeins í 1 ár. Karlinn, miklu minni, hefur ástæðu til að vera á varðbergi. Eftir mök er hann oftar en ekki eftirréttur, talandi hættuleg skyndikynni. Á breiðunni neðan við Pokafoss er nánast alltaf lax. Hér er gaman að kasta því veiðimaðurinn sér laxinn allan tíman. Þegar fiskur tekur og slagur við hann og að ná honum, þá ertu náttúrulega búin að fá bara ná mikið út úr þessu, nánast allt. Þá áttu bara til að reka hnífinn í tákninu á honum. Og það er út af fyrir sig ekkert mjög sérstök athöfn. Ég verð nú að segja það fyrir minn smekk. Byrjandinn, uppfullur af ásetningi að veiða fleiri, er skammt ofan við lærimeistarann og Guðjón kastar á spegilinn. Mér finnst svolítið sláandi setning sem einn góða maður sagði mig sem nú ég að sleppa svona. Að ógeðslegustu ljósmyndir sem að segja væru menn með dauða fiska í höndunum. Þessar klassísku veiðimyndir. Það hlaut að koma að því að hann tæki og hver nema Guðjón setti í hann. Aftur er það nóran sem gefur. Spegillinn er djúpur og mikill hylur. Hér er straumur þungur og vatnið því mjög súrefnisríkt. Þetta torveldar viðureignina og laxinn getur nýtt sér strauminn í baráttunni fyrir lífi sínu. Veiði hefur sveiflast mikið í Laxá í Kjós í gegnum árin. Árið 1988, laxveiði sumarið mikla, veiddust 3422 laxar í ánni. Þetta met var mjög umdeilt meðal veiðimanna og er trú margra að ekki hafi margir laxar lifað af til hrygningar. Meðalveiði í ánni er 1350 fiskar. Það er víst að þeir Bjarni Hafþór Helgason og Guðjón Þórðarsson setja engin met í Laxá í Kjós, en það eru jú einungis örfáir veiðimenn þannig þenkjandi. Þú ætlar að prófa að taka hann inn í virkið eða? Ég ætla aðeins að leyfa hann, ég ætla að reyna að beina hann í minna og þá... Já, strekkti það á móti? Já, fór hann inn í... Guðjón, sem er nú ekkert nema montið, segist ekki hissa á því að hann skildi veiða á þessum stað. Hér er mikill straumur og hann er jú lærður rafvirki. Eins og sjálfsagt flestir laxveiðimenn vita er löndunin eitt hættulegasta augnablikið í viðureigninni. Guðjón er þegar búinn að missa einn og ætlar ekki að láta þá sögu endurtaka sig. Það er því farið varlega. Þetta eru spennandi augnablik og spennuna þekkir Guðjón úr knattspyrnunni. Það er kannski mjög erfitt í sjálfu sér að bera það saman. En ef þú ætlar að ná árangri í einhverju, þá verður að leggja þér fram og gefa af þér. En það er kannski eins með fótboltan og fluguveiðin að það er þessi stanslausa óvissa
og þú getur aldrei gefið þér fyrirfram hvað býður þín að leikslokum. Húmorinn hefur verið í fyrirrúmi síðustu daga við Laxá í Kjós en eftir stendur að gamalt loforð fluguveiðikennslu hefur verið efnt. Kom inn, gott, glæsilegt.